ef þú ert með Biblíuna með þér, að þá langar mig hér í dag til þess að við lítum á sálminn númer 2. En Dísa las hann fyrir okkur áðan. Þetta stuttur sálmur með gríðarlega mikið innihald. Hann skráður 1000 árum áður en að fyrsti atburður sálmsins rætist, en síðustu vers sálmsins ná alveg til okkar tíma. Það að segja, sálmurinn í heild sinni, hann spannar hvorki meira né minna en 3000 ár. Og mér langaði til þess að rifja þennan sálm upp hér í dag til þess að minna okkur á að orð Guðs áreiðanlegt. Það svo mikið í gangi í dag, ekki bara á netinu, heldur í guðfræði deildum háskólana, hvort sem það hér heima eða erlendis, og ótrúlega mikið af þessu miðar að því einu að rífa niður áreiðanleik Biblíunnar. Ég gæti vitnað í þýska höfunda sem að gera út af við Gamla testamentið og aðra sem að draga allt í efa varðandi það nýja, en það ekki þessi virði að eyða tíma í það yfir höfuð. Og nú ég ekki að segja eitthvað sem að gerðist fyrir 20 eða 30 árum, heldur það sem að gerast í dag. Sjálfur hef ég lesið meira segja á þýsku eftir þessa þýsku höfunda og ég verð að játa það, ég bara skil ekki hvar þeir fá sína heimildir til þess að segja það sem þeir segja, en hvað það? Ritningin Guðs orð, Guð höfundur hennar, þó svo að menn séu penni Guðs til þess að skrá orðið, þá kemur það frá Guði föður og til spámanna og þeirra sem að færa hið opinberaða orð í letur. Og þessi sálmur stórkostlegur spádómur. Leið og hann flytur sannleiks orð sem að eilíft og skiptir okkur mennina afar miklu máli. Hann hefst með þessum orðum: hví geisa heiðingjafnir og hví hyggja þjóðirnar á fánýt ráð. Konungar jarðarinnar ganga fram og höfðingjar bera ráð sín saman gegn Jahve, drottni og Messíasi, hinum smurða. Þú sérð að það stendur neðanmáls að hinn smurði á hebresku Messías. Og það ætti ekki að þýða orðið Messías á íslensku með orðunum hinn smurði. Því að þetta persónunafn sem að Jesús ber. Hann Messías á hebresku og hann Kristur á grísku. Bæði orðin merkja það að hann sé hinn smurði. Hann var smurður sem frelsari þegar hann tók skírn í Jórdan. Hann var smurður sem æðstiprestur við upprisuna. Hann verður smurður sem konungur alheimsins þegar hann lýkur starfi sínu í musturinn á himni. Þannig að Kristur, hann ber þrefalda smurningu sem frelsari, æðstiprestur og konungur. Og öll þessi 3 hlutverk Jesú Krists, þau skipta okkur mennina öllu máli.
því að án þessara hlutverka værum við öll dauð og einskisvirði. En þessir heiðingjar sem þarna eru nefndir og konungar eru þeir nefndir og höfðingjar, þetta eru að sjálfsögðu Heródes konungur, Pílatus fulltrúi keisarans í Róm og höfðingjarnir tveir sem hér eru nefndir Annas og Kaífas sem voru æðstu prestar þegar að Jesús var tekinn til fanga. Og samantekt þeirra gegn Jesús kallar Guð Faðir fánýt ráð. Fánýt ráð. Vegna þess að með þessum samþykktum sem gerðar voru af þessum fjórum töldu þeir sig koma Jesú fyrir kattarnef, ef ég má þannig að orði komast. Þeir héldu að þeir myndu geta tekið hann að lífi og þar með væri hann og vitnisburður hans úr sögunni. En Faðirinn sjálfur kallar þetta fánýt ráð gegn syni sínum Messíasi. Og það sýndi sig líka að þetta voru fánýt ráð. Og í 3. versi stendur vér, þar að segja Faðirinn, Sonurinn og heilagur andi, vér skulum brjóta sundur fjötra þeirra. Kristur var bundinn þegar hann farið var með hann úr Getsemani. Kristur var bundinn þegar hann var húðstrýktur og Kristur var í fjötrum þegar hann stóð frammi fyrir Pílatusi. Og Faðirinn á himnum segir, vér skulum varpa af oss viðjum þeirra, það er að segja hlekkjunum. Og svo kemur hérna vers sem að ég held mikið upp á. Hann sem situr á himni, hann hlær yfir áformum Heródesar, Pílatusar, Annasar og Kaífasar. Vegna þess að þeir tóku þá ákvörðun að setja stein fyrir gröf Jesú Krists og innsigla hana og láta hermenn gæta grafarinnar. Og þá segir í Biblíunni að Guð Faðir hafi hlegið yfir fánýtum verkum okkar mannanna. Guð talar það hjá Jesaja að hann geti innilokað hafið í lófa sínum, að hann getur mælt þyngd jarðarinnar á vogarskálum. Og svo komum við mennirnir með skjöld og sverð og spjót og setjum smá steinvölu fyrir gröf skaparans og höldum að við getum haldið honum þar alla eilífð. Satan sem hafði verið vitni að sköpunarmætti Guðs, hvernig datt honum í hug að hann með smá steinvölu gæti lokað Jesú inni alla eilífð. Og þegar að Guð sá þessi verk okkar mannanna, þá hló hann. Og ég hef svolítið gaman af því að hann skyldi einmitt hafa gert það. Því að verk okkar mannanna eru stundum ekki bara heimskuleg, þau eru fánýt. Þau skipta nákvæmlega engu máli. Já, í seinni hluta þessa vers númer 4 segir að Faðirinn hann gerði gys að Pílatusi, Heródesi,
Annasi, Kæfasi og hermennunum. Og svo segir hérna: því næst talar Faðirinn til þeirra í reiði sinni, skelfir þá í bræði sinni. Þessi reiði Guðs, samkvæmt 1. kafla Rómverjabréfs og nokkrum köflum hjá Jesaja, oftast þannig að Guð ofurselur okkur mennina því sem við höfum valið og látum okkur síðan uppskera það sem við höfum sáð. Sá grefur sér gröf sem öðrum grefur. Þannig birtist reiði Guðs. Og vinir, það ekki til neitt verra en það fyrir okkur mennina en það að Guð dragi sig til hlés og láti okkur okkur sjálf. Reiði Guðs bitnaði á Jerúsalem árið 70. Þannig að Guð var hvergi nærri þegar rómverski herinn kom og tók borgina. Þjóðin hafði hafnað Jesú sem frelsara og sem leiðtoga. Hún hafði valið sér keisarann sem sinn leiðtoga. Keisarinn kom og keisarinn gerði það sem að honum sýndist með borgina. Ástæðan: endalausar uppreisnir meðal gyðinga gegn Rómverjum, og þá tóku Rómverjarnir það ákvörðun: við þurrkum það út. Vildi Guð þetta? Nei. Þegar Jesús sat á Olíufjallinu og horfði fram í tímann og sá hvernig borgin yrði eyðilögð og hvernig hundruðir þúsunda yrðu drepnir og tugir þúsunda færðir til Rómar sem fangar, þar sem þeir voru látnir byggja hringleikahúsið Kolosseum. Þegar Jesús sá þetta allt fyrir, hvað gerði Jesús? Hann grét. Hann sagði ekki: þið áttu þetta skilið. Þannig ekki Jesús. Þannig hugsar ekki Jesús, því að hann kærleikur. Og þegar hann sá þetta allt gerast vegna þess að þjóðin hafði hafnað honum, þá grét hann. Þannig Guð, vinir. Gjör ólíkur okkur mönnunum. Svo segir hér í 6. versi: ég hef skipað konung minn á Síón, fjallið mitt helga. Hér verið að spá fyrir það að eftir að Kristur hefur lokið þjónustu sinni í hinu allra helgast á himnum, þá segir Åpenbarunarbókin að hann komi aftur sem konungur konunganna og drottinn drottnanna. Þannig að þessi spádómur hann nær allt til okkar tíma og jafnvel inn í framtíðina. Og ég vil kunngjöra, segir í 7. versi, ályktun drottins. Hann mælti við mig, þar að segja Jesú Krist: þú ert sonur minn, í dag gat ég þig. Þetta mjög merkileg orð. Og flestir sem að lesa þennan sálm túlka þessi vers á þann veg að þetta sé upprisa Jesú Krists. Þegar Jesús fæðist inn í þennan heim, kemur hann sem sonur Guðs. En hann fæðist aftur eftir dauðan vegna upprisunar sem hinn voldugi sonur Guðs, sem hefur sigrað Satan
illskuna og dauðan og allt sem ömurlegt í þessum heimi. Og þess vegna segir Guð hérna í dag, á þessum upprisudegi fæddist sonur minn. Og svo segir hann við Jesú, bið þú mig og ég mun gefa þér þjóðirnar að erð og endimörk jarðar að óðali. Vegna sigurs Jesú Krists yfir dauða og illsku og Satan sjálfum, þá lofar Guð því hér við upprisuna að Jesús muni erfa þennan heim og þess vegna geta skapa nýjan himinn og nýja jörð, þar sem sjúkdómur horfinn, ellin ekki til og dauðinn með öllu horfinn. Og án þessarar upprisu hefði Kristur aldrei fengið þessa heimild til þess að gerast konungur og endurskapari. Og það sem svo stórkostlegt við þetta allt saman samkvæmt Óperunnarbókinni það að Jesús mun ekki dvelja áfram á himni alla eilífð, heldur mun hann taka hina nýju Jerúsalem með sér hingað niður á þessa jörð, þennan litla títuprjónshaus, og hér mun höfuðból hans verða alla eilífð. Því að hér börðust börn hans með honum, hér sigraði hann Satan og hér mun hann reisa sinn óðal alla eilífð. En svo kemur hérna vers sem að kannski virðist svolítið erfitt. Faðirinn segir við soninn, þú skalt mola þá með járnsprota og mölva þá sem leirsmiðsker, það að segja óvinna. Og við athugun á notkun þessa orðs, til dæmis í Óperunnarbókinni, þá stendur að Jesús muni stýra framtíðar heimkynnum sínum og hinna endurlaustu með járnsprota, og þetta hrein tilvísun í Boðorðin 10. Járnsprotinn, hann ósveigjanlegur, sem þýðir að Guð mun aldrei gefa afslátt á Boðorðin 10. Annaðhvort lýgurðu eða lýgurðu ekki. Annaðhvort drepurðu eða þú drepur ekki. Annaðhvort stelurðu eða þú stelur ekki. Annaðhvort drýgirðu hór eða þú drýgir ekki hór. Það engin afsláttur, 0 afsláttur. Og það verður aldrei nokkur afsláttur alla eilífð varðandi Boðorðin 10. Þau munu standa sem eilífur sáttmáli og eilíf lög og eilíf stjórnarskrá, ekki bara fyrir þennan heim, heldur fyrir allan hinn skapaða heim sem Guð hefur skapað. Og þeir sem molast í sundur eins og leirker, það eru þeir sem eru alltaf að reka sig á þessi boðorð. Æ, leyfðu mér að ljúga pínlítið. Æ, leyfðu mér að stela smávegis. Það skiptir ekki svo miklu máli. Það tekur enginn eftir þessu. Og svo framvegis og svo framvegis. Og faðirinn segir nei. Og það ekki járnsprotinn sem kemur og brýtur leirkerið, það leirkerið sem rekst á járnsprotann og þess vegna molast það. Af því að það vill ekki halda Boðorðin 10. Ég vil geta logið. Hljómar undarlega, en það var einu sinni spurt fyrir nokkrum árum á vinnustað hvort það væri í lagi að ljúga.
Það var töluverður fjöldi sem vann þar. 99% af þeim sem svöruðu fannst það bara allt í lagi. Það væri bara hluta af lífinu. En við höldum áfram og hér kemur hvatningin. Verið því hygnir þér konungar jarðarinnar. Látið yður segjast þér dómarar á jörðu. Þjónið drottni með ótta, og í næstu setningu er orðið ótti útskýrður. Fagnið með lotningu. Orðið ótti í Biblíunni og lotning eru samheiti. Ótti í Biblíunni er ekki til í merkingunni hræðsla. Óttist drottinn merkir, samkvæmt þessu orði hér, að sýna Guði lotningu. Að bera virðingu fyrir honum af því að hann er kærleikur. Af því að hann fyrirgefur, hann umber, hann sýnir miskunn, hann stelur ekki, hann lýgur ekki, hann drepur ekki. Þess vegna ber honum þess vegna á hann það inni hjá okkur að við berum lotningu fyrir honum. Og slíkum Guði þurfum við ekki að hræðast. Það er alveg algjör óþarfi. En að bera virðingu fyrir honum, sýna honum lotningu, það finnst mér bara vera í hlutarins eðli. Já, svo segir hérna, hyllið soninn að hann reiðist eigi og vegur yðar endi í vegleysu. Aftur komum við að þessu orði reiði. Það að Jesús reiðist okkur merkir það að við afþökkum fyrirgefningu hans. Þannig reiðist Jesú. Hann reiðist ekki eins og við mennirnir og verður brjálaður og rífur kjaft. Það er ekki til hjá Jesú. Ekki til eitt einasta milligram. En ef Jesú reiðist mér, þá er það vegna þess að ég vil ekki hans fyrirgefningu. Og ég segi við hann, þó ég vita ef ég gert eitthvað rangt, eins og segir í Rómarbréfinu, þá er ég bara ánægður með þetta ranga sem ég gerði og ég hrósa öðrum fyrir það ranga sem þeir geri. Að þá segir Jesús, þá get ég ekki fyrirgefið þess. Og þannig birtist reiði Jesú gagnvart mér að hann getur ekki fyrirgefið af því að ég segi aldrei afsakið. Ég á 100 útskýringar á öllu því sem ég geri og ég geri aldrei neitt rangt eða vitlaust. Og hana nú. Því að skjótt bálast upp reiði hans. Sæll er hver sá sem leitar hælis hjá honum. Já, vinir, þegar Jesús kemur aftur, þá bálast upp reiði hans í skyndi. Því að hann kemur því miður fyrir langflesta íbúa þessara jarðar sem þjófur að nóttu. Menn vita að já, hann kemur, en að hann komi akkurat núna, nei. Og þessum að segja hér að þegar hann kemur aftur, þá bálast upp reiði hans í skyndi. Og þessi reiði hans er mjög vel útskýrð í Ópenarbókinni 15 og 16. Og hún er útskýrð þannig að Kristur hættir meðalgöngu þjónustu sinni fyrir þessum heimi. Hann hættir að biðja englana sína að halda aftur af ilskunni. Því að það hefur engin lengur á þessari jörðu sem hefur áhuga fyrir fyrirgefningunni. Þá hættir Jesús meðalgöngu þjónustunni og það er kallað í Ópenbarunarbókinni þetta er kallað í Ópenarbókinni
reiði Guðs sem að fullnaðist við það að Jesús hættir meðalgöngu þjónustunni. Og 11. kaflinn í Åpenbararbókinni segir að ástæðan er þessi. Þegar þessi heimur tekur þá ákvörðun að útrýma Guðs börnum, þá segir Guð Faðir við soninn, þetta er ekki mín orð, þetta eru orð Åpenbararbókarinnar, þá segir Faðirinn við soninn, þú þarft ekki lengur að þjóna þessum heimi, því það hefur engin lengur áhuga fyrir þinni fyrirgefningu. Þá bálast reiði Jesú Krists og plágurnar 7 koma. Ekki sem eitthvað frá Guði, heldur eitthvað sem að við höfum sáð og munum uppskera vinir. Alvarleg orð, já. En eins og síðasta versi sagði, við skulum enda á því, það segir hérna í síðasta versinu í þessum öðrum kafla, sæll er hver sá er leitar hælis hjá Jesú Kristi. Eitt orð gerir okkur að börnum Jesú Krists og það er orðið fyrirgefðu mér syndir mínar. Það er allt sem við þurfum að segja. Amen.